Ágæta samkoma. Ég býð ykkur öll velkomin til fundarins. Þetta mjög áhugavert efni og við hæfi þá í því stutt ávarpi sem ég ætla að flytja hér að taka tillit til siglingarfræðinnar sem að ég þekki sennilega manna best hér í salnum. Það mjög mikilsvert að hafa þá þætti á hreinu þegar við viljum sigla í gegnum lífsins ólgu sjó. En í góðu riti segir, til að taka stefnu frá einum punkti á annan nóg að draga línu á milli þeirra og mæla hornið milli lengdarbaugs og hennar. Þetta bein tilvitnun í fræðsluefnum áttavita og þar segir ennfremur: það þó gagnslaust að geta tekið stefnu á korti ef við getum ekki fært hana yfir í umhverfið. Þetta ef til vill ekki stórmerkilegu bókmenntatexti sem ég að vísa hér til, en þetta að mér finnst afskaplega viðeigandi texti miðað við efnið sem að hér til umfjöllunar. Í textanum svo áfram fjallað að taka stefnu í umhverfinu og hvernig finna skuli réttvísandi stefnu út frá misvísandi stefnu og svo framvegis. Síðan svo réttilega varað við þumalputtareglum, þar sem að baki þeim liggur engin skilningur og því engin leið að vita hvort reglunni hafi verið snúið á haus. Og beintilvitnun svona: almennur ferðamaður getur vissulega rifjað slíkt upp fyrir hverja ferð, en björgunarmaður á einfaldlega að kunna þetta jafnvel og stafrófið. Og tilvitnun lýkur. Lýðheilsuvísar safn mælikvarða sem gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra. Við val á lýðheilsuvísum var sjónum beint að þeim áhrifaþáttum sem fela í sér tækifæri til heilsueflingar og forvarna. Einnig var leitast við að draga fram þætti í sjúkdómabyrði sem mikilvægt að heilbrigðisþjónusta hvers umdæmis geri sér grein fyrir og bregðist við eftir föngum. Í raun má segja að lýðheilsuvísarnir feli annars vegar í sér ágætar þumalfingursreglur fyrir almenning eða öllu heldur hinn almenna ferðamann samkvæmt áttavita textanum. Margir lýðheilsuvísana geta hjálpað fólki að axla ábyrgð á eigin heilsu, þar sem þeir leiðbeinum breytni og lífstíl og hafa þannig mikilvægt forvarnagildi. Hins vegar það hagnýting vísana af hálfu fagfólks heilbrigðiskerfisins og raunar út fyrir það líka. Hér við í yfirfærðri merkingu að tala hjálparsveitir. Vísarnir í höndum fagfólksins sem þekkja þá og kunna jafnvel og stafrófið gera kleift að greina stöðuna í heilbrigðisumdæmunum, finna styrkleika og veikleika og skilja þarfir íbúanna. Horft til þess að heilbrigðiskerfið og sveitarfélögin geti á grundvelli þessara vísa unnið saman að því að bæta heilsu og líðan íbúanna. Fyrir heilbrigðisyfirvöld og raunar fyrir stjórnvöld almennt lýðheilsuvísarnir að geta nýst við stefnumótun og ákvarðanatöku í fjölmörgu samhengi. Því eins og áður sagðir þeir þættir sem hafa áhrif á heilsu og líðan margvíslegir. Lýðheilsuvísarnir að veita okkur yfirsýn yfir lýðheilsu í hverju heilbrigðisumdæmi fyrir sig og í samanburði við landið í heild. Þeir tvímælalaust eftir að verða góðum notum. Ágæta samkoma, munum að það gagnslaust að geta tekið stefnu á korti ef við getum ekki fært hana yfir á umhverfið. Því má viðbæta að það ómarkvisst að arka stefnulaust af stað, því að þá algjörlega undir hælinn lagt og tilviljunum háð hvar ferðin endar. Og í viðamiklum málaflokkum og vandasömum hvort öðru mikilvægara stefnumótunin sjálf og framkvæmd stefnunar. Hvorugur þátturinn getur án hins verið. Ég fagna útgáfu lýðheilsuvísa embættis landlæknis og færi mína bestu þakkir öllum þeim sem unnið hafa gerð þeirra. Vonandi verður vegur vísana sem mestur og vel fari með þá, jafnt í höndum hins almenna ferðamanns og hjálparsveitana, svo ég ljúki þessu erindi mínu með því að vísa enn og aftur í fræðsluefnum áttavita. Og ég í ljósi þekkingar minnar á siglingafræðinni eins og við gátum hér í upphafi,
handviss það að við erum á réttri leið og réttri siglingu. Kærar þakkir.